Þá það skýrsla bæjarstjóra. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þið fáið hér æsispennandi skýrslu bæjarstjóra í stað þess að sleppa þennan vegna þess að það var ekki fært til Grímseyjar í dag. Þannig að eins og við ætluðum að fara til Grímseyjar og eiga fund með íbúum og þarna fara yfir verkefni sem eru þar. Þannig að þið fáið að heyra hvað hefur verið í gangi í síðustu vikur. Langar til þess að fara yfir það bara helsta í verkefnum síðustu vikna. Ég sit í stafrænu ráði hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og við hittum sirka mánaða fresti á fjárfundi til þess að ræða þau sameiginlegu verkefni sem við erum að vinna að og það eru mörg verkefni sem við höfum ákveðið að vinna saman og ég hugsa að það væri bara skynsamlegt að ég myndi vera með yfirlit yfir það inn í bæjarráði þannig að það væri þannig að þið fengið upplýsingar það. Það voru 2 velheppnaði hverfisfundir haldnir í Naustaskóla og í Oddeyraskóla og þeir voru vel sóttir og ég held að bæjarfulltrúar og starfsmenn og vonandi íbúar hafi verið ánægðir með þessa fundi því að það var allavega góð umræða og ég held að við höfum öll fengið mjög gott veganesti inn í næstu skref og aðgerðir í hverfunum. Þannig að ég held að þetta sé góð leið til þess að hitta íbúa eða samtal við þau og ég hlakka til fundana sem eru eftir og verða væntanlega vordugum. Ég sat upplýsingafund á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga með framkvæmdastjórum sveitarfélaga þar sem var rætt velferð barna og starfsumhverfi í leikskólum. Þar kynnti meðal annars Kristín Jóhannesdóttir sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs nýja leið í leikskólamálum hér á Akureyri. Eins var kynning frá Hafnarfjarðarbæ og Mosfellsbæ þeirra leiðir og það voru mjög miklar og góðar umræður þessar mismunandi leiðir á fundinum. Þá var haldinn fundur sem við vorum búin að reyna að koma á í dálítinn tíma að frumkvæði bæjarfulltrúa Sunnu Hlínar Jóhannesdóttur umgengni og þrifnað utanhús með Akureyrarbæ og heilbrigðiseftirliti Norðurlands og mér fannst hann góður og þarfur og ég vona að hann muni hann muni skila okkur árangri við að gera góða hluti, allavega við ræddum ýmsar leiðir. Ég var viðstödd þegar TF Líf, ein farsælasta björgunarþyrla okkar Íslendingar, var afhent flugsafninu til varðveislu að viðstöddu fjölmenni og meðal annars fyrrum flugstjórum og flugmönnum á þyrlunni og það var gaman að heyra ýmsar sögur sem þessir kappar höfðu að segja afrek þessar þyrlu og sveitar hennar sem henni hefur fylgt í áraraðir. Þann 23. september heimsótti ég bikarmeistara KA á æfingu og færði þeim blóm og köku með hamingjuóskum frá Akureyrarbæ. Þetta í fyrsta sinn sem meistaraflokkur KA verður bikarmeistari í knattspyrnu karla. Það í bígerð að stofna framkvæmdaráð í málefnum fatlaðra hér á svæðinu og ég sat fund með Karolínu Gunnarsdóttur sviðsstjóra velferðarsviðs við undirbúning á því með sveitarstjórum nágrannasveitarfélaganna. Og svo hafa náttúrulega verið fundir vegna fjárhagsáætlunar, stór hluti af verkefnum síðustu vikna. Ársfundur Orkustofnunar fór fram í Hofu í síðustu viku og þar stýrði ég panel og þá var fyrsti reglulegi morgunfundur haustsins á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir framkvæmdastjóra. En þar var farið yfir nýtt skipurit sambandsins og svona helstu nýju verkefni sambandsins og áherslur með nýrri stjórn og þá funduð við kjölfarið framkvæmdastjóra sveitarfélagana á starfssvæði SSNE á þennan föstudagsmorgun en við eigum mánaðarlega fundi til þess að ræða sameiginleg málefni og svona til þess að stilla saman strengi og sem ég held að það sé bara mjög gott. Ég fekk góða heimsókninga í Ráðhúsi þegar Dr. Áslaugu Ásgeirsdóttir, nýr rektor Háskólans á Akureyri, kom í samtal við áttum gott spjall háskólan á Akureyri, mikilvægi hans fyrir samfélagið okkar
og framtíðina og hvernig sveitafélagið og háskólinn geti unnið saman. Ég held að við getum verið sammála það að Háskólinn á Akureyri einn allra mikilvægasta stofnunin sem við erum með hér í bæ. Nú á síðustu vil ég nefna að í morgun var því fagnað hér í húsi að skönnunarverkefni sem snýst skönnun persónugagna, sem sé launagagna alls núverandi og fyrrverandi starfsfólks Akureyrarbæjar lokið. Og ég held að fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir hversu umfangsmikið þetta verkefni en það voru yfir 150.000 skjöl sem voru skönnuð og 17.000 persónumöppur. Þannig að þetta var gríðarlega stórt verkefni sem hófst árið 2019 og tíma voru 5 eða 6 starfsmenn en nú hefur 1 starfsmaður sinnt þessu verkefni og gert það alveg gríðarlega vel. Og það ekki, þó að þessum skönnunarhluta sé lokið þá tekur næsti við og okkar góði skönnunar starfsmaður mun taka það að sér og þetta algjör bylting fyrir starfsfólkið í launadeildinni að geta sótt gögn því að við erum sífellt að sækja gömul gögn fyrir fyrrum starfsmenn Akureyrarbæjar sem hafa verið hér kannski fyrir 10-15 árum síðan sem þurfa að sýna fram á að þeir hafi starfað hérna. Þannig að þetta einfaldar mjög margt. En ég ætla bara að láta þetta duga í bili. Takk. Við þökkum bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir, en eftir taldar fundagerðir lagðar fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa 18. og 27. september 2024, bæjarráð 19. og 27. september 2024, fræðslu- og lýðheilsuráð 11. september 2024, skipulagsráð 25. september 2024 og umhverfis- og mannvirkjaráð 17. september 2024. Fundi slitið 17:09.